Nú ætlum við aðeins að skoða orkunotkun heimila. Það sem við ætlum að skoða hér er fyrst og fremst það sem við notum til þess að hita upp húsin okkar. Ég ætla ekki að tala um orkunotkun rafmagn sem við notum í að keyra hin ýmsu tæki, ekki nema þó óbeint. Það bil 90% hús á Íslandi er hitaður upp með heitu vatni. Það þýðir að það er leiðsla sem liggur inn í húsin með heitu vatni sem við notum til þess að hita húsið upp. Og við staðsetjum ofna í herbergi, ef við erum með herbergi hérna og hér er gluggi, þá er ofnin yfirleitt staðsettur undir glugganum. Það er vegna þess að heita loftið leitar upp. Mætir hérna köldu lofti sem kemur inn frá glugganum og ýtir því svolítið bara að glugganum aftur. Heita loftið fer svo hérna upp, svo þegar það kólnar, þá sígur það niður aftur og þá sjáum við að hér er komin hringrás. Það skiptir heilmiklu máli þegar við erum að hita upp hús að tapa þessum hita ekki út aftur. Ef það eru stóri gluggar, þá tapast alltaf pínu varmi út aftur. Ef að einangrunin er ekki góð og af því að hitin leitar upp, þá skiptir gríðarlega miklu máli að þakið sé vel einangrað. Þannig að ef við erum með gamalt hús sem við erum að eyða miklum peningum í að kynda það, þá getur borgað sig að gera bara við þakið og þá minnkar hitunarkostnaðurinn því að hitin leitar alltaf upp. Eins ef það er bara einfalt gler í húsinu, þá getur skipt máli að skipta því út og setja tvöfalt gler. Einfaldlega vegna þess að tvöfalt gler er með loftlag hérna á milli og loftlagið er einangrandi. Þannig að þetta tvennt er svona það helsta sem við gerum svona fyrir utan bara almennt að einangra húsið. Stundum er hitinn í gólfinu. Þá eru leiðslur í gólfinu en þá leitar hitinn bara beint upp og þá myndast svo sem ekki þessi hringrás. En hvort við erum með ofna undir glugga eða eitthvað staðar út við vegg eða í gólfinu breytir ekki alveg öllu máli. Það er alls konar rafmagnstæki inn í húsunum hjá okkur. Við erum að elda, sjónvörp, tölvur, allt gefur þetta frá sér hita. Og það hjálpar til við að hita upp húsið og gefur svona auka hita. Og kannski ekki beint ókeypis hiti en það er hiti sem að nýtist. Til þess að halda hita þá náttúrulega er best að hafa alla glugga og allar hurðir lokaðar en þá verður nú vont loft inn í okkur. Og það er í raun betra að opna glugga í smá stund og hleypa fersku lofti inn og loka svo bara aftur heldur en vera alltaf með marga glugga opna. Þá erum við að hleypa svolítið varma út eða í raun reyna þá bara að vera með litla glugga opna. Þessi heitavatnslögn sem ég var að tala um, hún kemur eitthvað staðar inn í húsið. Ef þið búið í fjölbýlishúsi þá er eitthvað staðar niður í kjallara, svona hitagrind, þar sem eru mælar og dót. En í einbýlishúsum eða raðhúsum eða þess áttar húsum, þá er þetta oft í bílskúrnum eða eitthvað staðar inn í geymslu. Þarna er alls konar hitastýringar og ýmislegt sem við notum til þess að fylgjast með hvort allt sé í lagi hjá okkur. Í sumum húsum er meira að segja hitaskipta kerfi. Þá liggur heitavatnið inn í húsið og fer út aftur. En áður en það fer út, þá fer það í gegnum kassa þar sem að liggja leiðslur svona hlið við hlið inn í kassanum og það er bara vatn inn í húsinu sem að heitavatnið hitar upp. Þannig að það er ekki heitavatnið sem kemur inn í húsið við notum til þess að hita upp húsið okkar. Ástæðan fyrir að menn gera þetta er að það er alls konar efni í heitavatninu sem að fá leiðslurnar til þess að eyðileggjast hægt og rólega. Þannig að með þessu þá erum við allavega ekki að láta leiðslurnar í húsinu í okkur skemmast, það er tærast. Þetta skiptir heilmiklu máli.